Komið sæl og blessuð öll sömul. Þetta verður smá dæmi lestur sem að fólk getur pantað hjá mér ef það vill. Og þá er bara að senda mér á Messenger, á miðlun og heilun. Biðjum lestur og ég tek hann upp og sendi í tölvupósti. Ég ætla að nota hérna manneskju sem dæmi. Svo þið sjáu svona nokkurn veginn hvernig þetta er framkvæmt. Þetta er manneskja sem er að velta fyrir sér hvort hún eigi að skipta um húsnæði og flytja. Og svona hvaða afleiðingar það hafi fyrir hana ef hún flytur. Og þetta er eitthvað sem hún er búin að vera að hugsa lengi og er núna svona það fyrir að koma svona úrslitastundu þar sem hún þarf að fara að taka ákvarðanir. Þannig að við skulum sjá hvað gerist. Ég er búin að stokka öll spilin sem ég ætla að nota. Leggja þau hérna tilbúin til notkunar til að spara tíma og hefst þá lesturinn. Já, það lítur út fyrir að lykilspilið hér sé akkúrat spil sem varðar flutninga. Það er miðjuspilið hérna. Þannig að það er svona það sem er efst í huga manneskjunnar og það sem hún er að leita svörum við kemur hérna sterklega fram. Við skoðum aðeins svona það sem er í kring. Þá sýnist mér þetta vera mjög jákvætt fyrir hana. Hún fær hérna mjög sterkt já-svar í spilunum, beint við hliðina á þessum pælingum. Og hinum megin fær hún spil sem táknar barnæsku eða börn eða svona allt sem er tengt börnum. Og það sem tengist börnum er oft sakleysi, hreinleiki og það að vera einlægur. Þetta getur tengst inn á börnin þessarar manneskju, börnin hennar. Og eins getur þetta líka varðað hennar eigin barnæsku og fortíð. Þannig að ef til vill tengjast flutningarnir fortíð hennar. Hún geti verið með ákveðna reynslu að baki varðandi flutninga sem kannski hafa reynst henni vel eða ekki vel. Og svo geti þetta líka hreinlega verið það að hún sé að sækja í að flytja aftur á einhvers konar æskuslóðir. Það sem á undan er gengið hefur verið tímabil þar sem hún hefur verið svolítið föst og ef til vill ekki geta látið drauma sína rætast akkúrat þá. En hún hefur verið þrjósk og hún hefur þurft að há ýmsar baráttur svona fyrir því að koma sér áfram og já, bara lifa af. Og hvort sem hún hefur verið að vinna í félagi við aðra eða ein, þá virðist svona það sem hún hefur verið að taka sér fyrir hendur allavega
Það er eins og það hafi verið mjög svona skilaðinni því sem að hún hefur ætlað sér, en það hefur samt sem hafi tekið á. Og það eru betri tímar framundan heldur en eru búnir að vera. Og í og með er það vegna þess að hún er komin á þann stað að hún er búin að setja fortíðina svolítið á bak við sig og getur hugsað sér núna að hefja eitthvað nýtt og skemmtilegt, og henni finnst hún hafa næga orku og næga burði og ef til vill vera það fjárhagslega sterk að núna loksins getur hún látið þennan draum verða veruleika. Framundan virðist vera afskaplega góður tími. Það getur verið að ástin láti á sig kræla, tengt þessum flutningum. Hún er ef til vill að fara að flytja til einhvers sem að er henni mjög kær, eða að einhver breyting sé að verða á hennar högum við flutningana, þannig að hún sjái tækifæri að bjóða ástinni inn í líf sitt sem ef til vill hefur ekki verið áður. Og þessi tenging sem ég talaði um hérna áðan með börnin, mér finnst hún tengjast líka manneskjunni sjálfri. Það er að segja að hún er allt í einu frjáls og óháð og búin að kasta frá sér hlekkjum fortíðarinnar, ef við getum orðað það svo. Það sem að verður stór þáttur í hennar framtíð og þessum breytingum sem að hún er að velta fyrir sér og þessu skrefum sem hún er að spá í að taka, það er að hún á eftir að tengjast sterklega við sínar rætur. Það getur verið líka fjölskyldurætur. Við töluðum eins og áðan að hún sé ef til vill að fara að flytja á gamlar slóðir. Það er mikil og sterk svona móðurorka, jarðorka, jarðbundin orka, og kannski er þessi nýji staður eitthvað sem að skiptir hennar máli varðandi það að vera í betri jarðtengingu. Það getur verið svo ýmist hvar við búum, hvernig það hentar bara okkar svona upplægi og lund, hvort við erum í góðum tengslum við okkur sjálf, okkar einsta eðli, hvort við erum í góðri jarðtengingu eða ekki. Og það virðist vera breyting til batnaðar á því varðandi þessa flutningshugmynd. Manneskja þarf að gefa sér tíma til að aðlagast. Hún þarf að gefa sér tíma til að undirbúa flutningana og mér sýnist hún vera nú þegar byrjuð á því, eins og við sjáum á kössunum. Ég fæ sterklega á tilfinninguna hérna að hún sé svolítið að rísa upp eftir ef til vill einhverjar aðstæður eða einhver tíma sem hefur haldið henni svolítið niðri, skulum við segja. Það er að koma meira jafnvægi inn í lífið hennar. Og enn og aftur er fortíðartenging hérna. Það getur verið að þessari manneskju fylgi einhver óuppgerð mál úr fortíðinni. Þess vegna kemur barnæskan og fortíðin sterkt hérna inn og þessi flutningar er til tækifæri fyrir hana til að leysa einhver gömul mál eða græða einhver gömul hjartasár eða einhverjar gamlar tilfinningaflækjur sem að
hafa fylgt henni en tilheyra í raun og veru fortíðinni og kominn tími til að hún setji á bak við sig. Það er eins og að þessi flutningar, hún sé að fara á stað þar sem hún hefur meiri tækifæri til að sinna sér og svona sínu nánasta umhverfi. Það er eins og hlutirnir verði einfaldari og ég fæ þau skilaboð hérna líka að það verði hreinsun með þessum flutningum, bæði andleg hreinsun og eins á hún eftir að minnka við sig veraldlega hluti, ónauðsynlega hluti og eftir að tæma heldur betur úr skápunum og hirslunum og losa sig við það sem að hún hefur enga þörf fyrir, einfalda líf sitt. Því að hún þarf ekki á mörgu að halda þangað sem hún er að fara á þeim stað sem hún verður. Þar verða hlutirnir einfaldari heldur en áður. Svona í heildina er þetta mjög jákvæð skilaboð og ef ég ætti bara að miða við þessi spil og segja já eða nei, þá er þetta alveg afgerandi já. Og ég tala nú um þegar jáspili kemur hérna með. En þetta ferli virðist vera eitthvað sem að er nauðsynlegt núna á þessum tíma. Ég held satt að segja ef að þetta ferli nær ekki að ganga eins og hún er að stefna að, þá ekki bara verður hún fyrir vonbrigðum með það að hafa ekki framkvæmt þetta, heldur getur hreinlega myndast einhvers konar stöðnun í orkunni og þroska hennar. Þannig að þetta er liður í raun og veru þroskaferli hennar sjálfrar. Og hjörtun hérna grípa alltaf augað sem fallegi litur. Það er mikill kærleikur og jákvæð orka sem tekur hér á mótinni þangað sem hún kemur. En þá skulum við sjá aðeins betur hvað er í gangi. Og ég stokka bara á gömlum vana þó ég hafi verið búin að stokka. Jæja. Vá hvað þetta er skemmtilegt að sjá. Miðjuspili hér þar sem pappakassarnir voru og flutningar greinilega í burðarliðnum er ferðalag. Þetta spil segir mér að þessir flutningar séu, þetta er allavega, ef þetta er ekki yfir höf og í annað land, þá erum við allavega að tala á milli landshluta. Þetta er ekki innan sama svæðis þar sem hún býr. Þetta er lengra ferðalag en svo. Gjöfin hérna, falleg spil sem að brosi við okkur, segir mér það að bæði verði vel tekið á móti henni og
að bæði eru þessi flutningar gjöf hennar sjálfrar til sín og eins það að hún mun fá aðstoð eða mun fá gjafir í formi aðstoðar. Henni verður hjálpað við þetta ferli, bæði í eiginlegri og óeiginlegri merkingu. Það maður hér sem að stígur fram og hérna í áberandi sæti. Ef til vill tengist þessi maður hjörtunum sem voru hér áðan. Og þetta sé kærleikurinn sem umræðir. Allavega þessi maður í lykilhlutverki í lífi þessara manneskju og partur af því hvers vegna þessi ferð farin. Það öðruvísi orka í þessum spilum og önnur skilaboð sem ég fæ með þeim heldur en hinum. Ég ætla að kíkja aðeins á það sem á undan gengið, það sem búið að gerast í lífi manneskjunnar. Undan farið, skulum við segja, allavega áður en að þessi ferð hefst. Þá eru hér málefni tengd einhvers konar dómsstigi, dómsúrskurði, einhvers konar hærri úrskurði þar sem að lögum og reglum fylgt. Þetta gæti verið eitthvað dómsmál sem að gengur manneskjunni í hag eða mál sem varða fjármál, þar sem fara þarf eftir settum reglum og þar sem er óháður aðili fenginn til að vega og meta hluti. Það gæti verið að manneskjan sé, þetta gæti verið skilnaður, getur verið að manneskjan sé hreinlega að skilja áður en að síðan þetta nýja líf tekur við. Þessi skilnaður gæti líka bara verið partur af hennar fortíð og partur af þessum erfileikum sem ég talaði hérna áðan. Spilið kemur hérna bara til að minna okkur á hvað á undan gengið. Það getur líka verið einhvers konar réttlæti sem að ganga í gegn núna í lífi þessara mannesku sem á eftir að hjálpa henni við að taka ákvarðanir varðandi þessa flutninga. Og einhverju hluta vegna finnst mér peningar spila þar inni, líka kannski vegna þess að hér sjáum við peningaspil sem að táknar í raun og veru óvænta peninga. Þannig að það er eitthvað auki peningaflæði sem að svífur hérna yfir vötnum í lífi þessara mannesku. Allt á jákvæðum nótum. Svo sjáum við hérna tvær kvenpersónur, önnur væntanlega eldri en hin en gæti líka bara verið þroskaðri. Hér er kona sem á líka eftir að stíga inn og hjálpa til. Þessi manneskja þarf ekki að óttast það að hún þurfi að standa ein í þessum breytingum. Hún fær hérna mikla hjálp og þessi tveir sterku karakterar stíga hérna inn í orkuna til að láta vita af því. Óvæntir peningar, já, óvæntur auður. Auður getur verið þetta í formi bara gæfu, vellíðunar. Misjafnt hvað við teljum vera auð. Þetta gæti líka verið fjölskyldu auður, það að vera umkringdur fjölskyldu og sínum nánustu.
óvænt ríkidæmi, skulum við kannski kalla þetta. Ríkidæmi sem að þessi manneskja að vonast eftir, en kemur samt sem áður og óvart þegar að því kemur hversu afgerandi þetta ríkidæmi mun verða hluti af hennar lífi og í hvaða formi. Og það getur verið allt þetta sem ég taldi upp líka. Þetta spil hér neðst sem talið eitt af svona eins og ég segjum í gæsalöppum bestu spilunum í stokknum. Það bara þessi mikla gæfa. Og þetta kallast allt á við þar sem að ég var að segja varðandi ríkidæmið, auðinn, varðandi bara þessar breytingar á lífi manneskjunnar sem eiga eftir að verða í kjölfari á þessum flutningum. Þessi flutningar svo miklu meira heldur en bara húsnæðisskiptin. Mér finnst þetta ná nokkuð langt fram í framtíðina. Það verða kaflaskil í lífi manneskjunnar. Kistan hér staðfesti það ennþá frekar því að hér nýtt líf að hefjast og við það að hefjast og það verður mikil umbreyting hérna á þessari ævi. Hér gæti líka verið aðili sem að fara út úr lífi manneskjunnar, annarkvort við dauðsfall eða að það slitni einhvers konar samband eða tenging hér sem í raun og veru ósköp eðlilegt þegar flutninga að ræða. En aðalega finnst mér þetta standa fyrir nýja lífi sem síðan kemur hérna í kjölfarið og það eiginlega ekki hægt að lýsa því betur heldur en með gæfuspilinu hérna við hliðina. Ég samt að freistast til að taka eitt spil í viðbót varðandi framhaldi. Hvað segið þið það? Læt slag standa. Já, ok. Það ekki hægt að skálda þetta. Það breytingarspilið sjálft. Breytingar heitir spilið bara. Og hér sjáum við að það verið að hlaða bíl og líklega flutninga að ræða. Það svo skemmtilegt. Hérna, já, þetta staðfestir í raun og veru fyrir mér þar sem ég var að segja áðan ferðalagið. Það umtalsvert ferðalag hérna tengt þessum flutningum og síðan auðvitað þessi breyting með húsnæði og annað. Ok. Þetta allt á jákvæðu nótunum. Þá ætlum við aðeins að taka nokkur hérna áfram. Og það hérna skilaboð. Að skiptast á upplýsingum, samskipti og að tala saman. Tengist auðvitað þessu öllu saman. Því það ábyggilega ýmislegt sem þarf að gera og ræða og einhver smáatriði sem maður þarf að hafa í huga og skiptast á upplýsingum varðandi nýja staðinn og ferðalagi sjálft og þannig að
þetta spil svona sýnir bara ferli sem er í gangi framundan. Svo kemur hérna spil sem táknar hindranir og sem ósköp eðlilegt. Það ekkert alltaf endilega sem allt gengur smurt í svona ferli. En með þessa 2 sterku aðila hérna og líka fleiri sem koma hérna sem hjálpendur, þá hef ég engar áhyggjur af því að þessar hindranir verði eitthvað óyfirstíganlegar. Þessi manneskja kemst bara yfir þær eins og hún komst yfir erfiðleikana í fortíðinni. Það getur verið bara hreinlega einhvers konar skriffinnsku erfiðleikar. Já. Hún þarf ef til vill að læra nýja hluti. Kannski verður það einhvers konar hindrun í veginum til að byrja með. Það getur verið annað tungumál, aðrir siðir. Þannig að hún þarf kannski svona svolítið að setja sig í nemasætið. En með bjartsýni og þessari góðu aðstoð kemst hún vel í gegnum það. Nú, hún skilur eftir sig ýmislegt þegar að hún ákveður að skipta og söðla og það bara allt gott það að segja. Þú þarft stundum að rýma til að fá pláss fyrir þetta nýja og það það sem hún að gera hér og hún að gera það meðvitað. Og það ekki verið að ýta henni út í eitt eða neitt, þetta bara hennar sjálfstæða ákvörðun og það tekur bara birta og sól á móti henni. Og ef til vill hún að yfirgefa eitthvað sem ekki hefur nýst henni vel eða verið henni til góðs. Það getur verið erfiðar aðstæður eða erfið samskipti sem hún skilur við sig. Einhvers konar plan þarf hún að setja upp og ég var að tala áðan skriffinnsku. Það getur verið pappírar sem það þarf að fylla út eða eitthvað sem þarf að sækja eitthvað slíkt og gera smá plan hvernig þessu ferli verður háttað allavega svona í grófum dráttum. Og síðan kemur bara hérna þetta fallega samband eða þessi fallegu samskipti sem við sáum hérna áðan varðandi þetta fólk sem kemur hérna inn í lífið hennar. Ástin og kærleikurinn, velgengnin hérna, þessi fallega jarðtenging. Og hver veit hún hitti þarna tilvonandi maka. Það svolítið þannig orka í þessu spili eins og ég sjái. Ok. Tunglspilin hérna fallegu, þú ert mjög nálægt í að ná markmiðið þínu, sem segir mér það að það ekki langt í að þetta verði að veruleika. Ef til vill erum við bara að tala einhverja vikur eða örfáa mánuði. Gibbos Moon, ég man ekki alveg hvað það þýðir en mér sýnist allavega að tunglið vera nokkurn veginn fullt. Eða kannski svona 2 dögum eftir fullt tungl cirka, sem mér sýnist út frá myndinni. Síðan hérna bara hafðu trú á draumum þínum. Það hefur þessi manneskja svo sannarlega og að fá staðfestingu hérna hvað ofan í annað, hversu mikilvægt það og það hérna margborgið sig fyrir hana og hafi borgað sig fyrir hana að
hafa trú á sjálfur sér og sínum draumum, að nú sé tíminn til að láta það rætast. Og síðan fær hún hérna fallegt svona spil sem segir að það verði mikla tilfinningar í spilinu og eru ef til vill nú þegar. Þannig að þetta er líka ferð sem að kemur róti á tilfinningalífið og ég held að það verði á jákvæðan hátt. Öryggi, að vera öruggur skiptir máli og það er alltaf upprót þegar eru flutningar í gangi. Hún verður fljót, held ég, þessi manneskja að ná sér niður og finna öryggi sitt aftur. Og kannski jafnvel meir en áður að nýji staðurinn muni fylla hana öryggi. Því þar virðast vera allavega mjög góðar aðstæður og mjög góðar tengingar. Svo kemur hérna spil sem heitir kraftaverka heilun. Það geta verið gömlu sárin sem ég talaði áðan, að einhvers konar heilun verði framkvæmd, annaðhvort meðvitað eða ómeðvitað. Þetta finnst mér tengjast líka aftur í barnæskuna, eins og við byrjuðum á að tala hérna fyrst. Að gömul tilfinningasár munu gróa. Ég fæ það bara mjög sterkt og þetta mun gerast fyrir en manneskjan kannski áttar sig á og á annan hátt og jafnvel bara mjög óvænt. Það getur líka verið eitthvað varðandi heilsufarið hjá manneskjunni sem að muni batna, að hún muni hljóta einhvers konar bata í nýju umhverfi við nýjar aðstæður. Það getur verið hvort sem er líkamlegt eða andlegt við alla þessa velíðan og þessa lukku sem mér sýnist vera að koma hérna inn, að það verði svona heildarbati í gangi. Mikið svakalega er þetta fallegt. Þriðja spilið hérna talar að sjá hluti fyrir sér. Þess að ímynda sér eitthvað sem að síðan verður að veruleika. Það sem manneskjan hefur ímyndað sér held ég verði miklu betra heldur en hana órar fyrir. En hún er greinilega búin að sjá fyrir sér ákveðnar breytingar og ákveðnar þætti sem að hafa hjálpað til við að láta þetta verða að veruleika. Og þetta er kannski sterk leið fyrir þessa mannesku að láta drauma rætast, það er að sjá þá sterkt fyrir sér. Já, það er bara mjög góð leið að geta nýtt hugan á þennan hátt. Já, síðan er hérna spil varðandi þar sem ég var að tala áðan að losa sig við óþarfa dót. Hér höfum við staðfestingu á því að manneskjana á eftir að taka svolítið til svona í kringu sig og losa sig við hluti sem að fylgja henni ekki inn í nýja lífið. Og það á eftir að vera bara mikill léttir, bæði svona andlega og líka eins svona efnislega, að vera ekki að burðast með hluti með sér sem eru óþarfir. Skemmtilegt. Já, svo geta orðið breytingar hérna
sem svona hluti af þessum heildarpakka öllum að hérna getur orðið breytingar í starfi. Það segir sér sjálft þegar þú ert komin á nýjan stað með nýju fólki við nýjar aðstæður að þá geta annarkvort einhvers konar nýr vinnustöður heilla þig eða þú ákveður kannski að kúvenda atvinnunni. Þessi manneskja allavega er að fara að gangi gegnum einhvers konar breytingar með vinnu og hún verður leidd áfram, hún þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því, það gerist bara eðlilega og bara í góðu flæði og alveg eins og bara með nýja lífið að taka því þá bara opnum armum. Svo er hérna ábending til manneskjunnar að loka á allt sem truflar. Þannig að bara til dæmis svo hún komist ekki í tímaþröng með plönin sín að passa það að setja í forgang það sem að þarf að gera og gefa sér tíma til að undirbúa þetta allt saman vel. Já, þá held ég að þetta sé komið hjá mér og ég, eins og ég sagði í upphafi, þetta getur verið dæmi lestur sem að hægt er að fá hjá mér sem persónubundin bara svona einkalestur sem ég sendi ykkur þá í tölvupósti, svona upptöku. Þá bara hafa samband við mig á miðlun og heilun í Messenger. Ég bara þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta og vil bara óska þessari manneskju alls hins besta. Þetta verður greinilega skemmtilegt og spennandi og margt gott framundan. Takk, ljós og kærleikur til ykkar.